Já, góðan daginn, kæru vinir og ykkur sem ég ekki séð áður, bara gleðilegt nýtt ár. Takk fyrir liðna árið. Já, ég á að vera hérna með orð í dag. Og ég ætla að byrja á því að lúta höfði og biðja Guð að gefa mér orð að mæla. Þó ég hafi þegar skrifað niður og punktað niður hjá mér þá vil ég lyfta þessari stund upp til Drottins. Elskulegi Faðir, þakka þér fyrir að gefa tækifæri til að vera með vitnisburð fyrir þig, til að tala þig og lofa þig, Drottinn. Og ég bið þess á komandi tímum, elskulegi Faðir, að þú getur nota hvert og eitt okkar og þú vilt nota hvert og eitt okkar til að vera vitnisburður fyrir þig. Og elskulegi Faðir, ég bið að smyrja varir okkar allra, að við getum verið hvar sem talað í þínu nafni, Drottinn minn, og nota þetta tækifæri eins og ástandið í heiminum í dag. Ég bið að vera hérna með mér, fylla með þínum anda, Drottinn minn, hvern og einn, að þú fyllir okkur anda þínum, að við heyrum hvað þú hefur að segja hér í dag. Í Jesú blessaða nafni. Amen. Já, hvernig hægt að lýsa Jesú Kristi þannig að þú skiljir mikilvægi þessa til þess að halda lífi, þarft þú að taka á móti eða innbyrða orð hans og ekki bara eitthvað nokkur orð, heldur allt orð hans. Ég vildi að við hefðum öll einhverja svona töfralausn eða ekki töfralausn, heldur bara að það væri bara eitthvað eitt sem að við gætum bara tala til fólks og það myndi taka á móti. En þetta er ekki þannig því að Guð hefur gefið okkur frjálsan vilja til að velja og hafna. Þannig að ég ætla svona að nota aðeins tíman og af því að það ekki bara þið sem eru hérna heldur áheyrendur í útvarpinu sem að hlýða á og jafnvel fólk sem hefur aldrei heyrt Guðs orð. Þannig að ég ætla svona að reyna að útskýra þetta, hvernig ég sé þetta. En þannig að ég er mikil svona blómamannskja, hef gaman á blómum og mér fundist einhvern veginn myrkrið vera alveg ótrúlega mikið í vetur. Eitthvað svona mjög dimmt úti og maður sér að blómin þau svona fölna og þau svona missa svona lit og hanga og ef maður er ekki duglegur að vökva þau og sé svona stjani í kringum þau. Og þau þurfa mikla birtu og maður þarf einhvern veginn að vera að passa það að þau sé alltaf í birtu og þau þurfa næringu og bara annars deyja þau. Þannig það líka með okkur hérna á norðurhveli jarðar. Við þurfum birtu. Og þar sem hún á skornum skammti, þá þurfum við að taka D-vítamín. Annars munum við líða D-vítamín skort. Og það er alvarlegt, því það getur leitt af sér marga sjúkdóma og jafnvel leitt okkur til dauða. Ég ætla að segja ykkur svona smá sögu sjálfur mér. Árið 2018, þá var ég ég var eitthvað svona ónóg sjálfur mér. Mér leið ekki alveg nógu vel og hélt að væri kannski bara álægð og það sem að ég var að gangi í gegnum og kenndi því en ákvað að fara til læknis og bara þegar ég kem inn til læknisins og hann horfir á mig og þá segir hann: heyrðu Magnea mín, ég ætla bara að senda þér beint að láta taka blóðsýni af þér. Og hann gerir það og svo út úr því kemur að ég er með mjög mikinn D-vítamín skort og svo lá hann að ég var alveg í hættu ástandi. Og hann segir: gerurðu þig grein fyrir því hvað er hættulegt? Hvað er hættulegt að vera með D-vítamín skort? Og ég sagði bara nei, ég gerði mig ekki grein fyrir því. Og ég vissi að mér leið einhvern veginn svona skringilega, ég var svona, fannst ég vera döpur og alltaf svo þreytt og svona ónáð sjálfur mér. En ég gerði mér enga grein fyrir hvað var að. En þetta var málið, hann sagði: nú vil ég að þú takir bara D-vítamín alveg trukkir svoleiðis í þig og svo vil ég fá að hitta það aftur. En vitið það, hér á árum áður var ekkert verið að tala D-vítamín skort. En rannsóknir hafa sýnt fram á í dag að margir sjúkdómar má rekja til D-vítamín skorts og þetta er mun algengara en fólk gerir sér nokkurn tímann grein fyrir.
Við fáum þetta vítamín í sólinni og það þarf ekki nema 15 mínútur á dag. Hugsið ykkur bara 15 mínútur á dag í sólinni til að fylla á tankinn, á D-vitamin tankinn. Og það vera semst ef það engin sólavörn eða neitt svoleiðis, bara beint á húðina. Því mikilvægt þegar sólin fyrir að lækka á lofti og dimma tekur hér hjá okkur að taka inn þetta vítamín. Nú haldið örugglega því sem bara komin á læknaráðstefnu. En ef þú fær nóg D-vitamin, þá byggir upp varnarkerfi líkamans og leggur grunn að góðri heilsu. Þetta svo mikilvægt vítamín. Allar frumur, vefir og líffærir þarfnast þess til að framkvæma ýmsar lífsnauðsynlegar aðgerðir. Á hverju skyldi ég vera að leggja svona mikla áherslu á þessa hluti? Jú, vegna þess að á sama hátt þurfum við á Guði að halda í lífi okkar. Fólk áttar sig kannski ekki á því að það vantar eitthvað í líf þeirra. Það stendur sig ágætlega og virka kannski bara flott. En innst inni þá svona eins og tómarúm. Tómarúm sem ekkert passar inn í nema andi Guðs. Og það, andi Guðs, varnarkerfi sem leggur grunn að góðri og sterkri andlegri heilsu. Fólk gerir sér ekki grein fyrir því vegna þess að það hefur ef til vill aldrei smakkað orð Guðs. Það veit ekki að það í andlegu myrkri. Ekki frekar en ég vissi að mér skorti þetta mikilvæga vítamín líkamann. Ég hef ekki hugmynd það. Ekki fyrir að læknirinn sagði mér það. En vitið hvað, ég alltaf að uppgötva meira og meira, þrátt fyrir allar þær hamfarir og eyðileggingu sem á sér stað víða heiminn í formi elda, jarðskjálfta og flóða. Og jörðin okkar stynur svo sannarlega eins og segir í Rómverjabréfinu, 8. kaflanum og versi 22. Við vitum að öll sköpunin stynur líka og hefur fæðingarhríðir allt í þessa. En vitið það, þrátt fyrir allt þetta, að þá ég fann að skilja betur þennan djúpa kærleika og þessa miklu umhyggju hjá skapar okkar, bæði okkur sem skapaða verur, hvernig hvert smá atriði passa saman, hvert líffæri með sinn tilgang og hvernig sköpun var fullkomin umgjörð utan okkur og allt í kringum okkur. Svo djúp fegurð sem starfar undir sérstöku lögmáli og drottin okkar hefur ennþá í hendi sér. Þó sé ótrúlegt að horfa á það að þá drottin ennþá þetta allt í hendi sér. En upphafsorðin í heilagri ritningu hljóma svona. Ég ætla að lesa aðeins fyrir nokkur orð. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Jörðin var þá auð og tóm og myrkur grúfði yfir djúpinu og andi Guðs sveif yfir vötnunum. Guð sagði, verði ljós, og það varð ljós. Guð sá að ljósið var gott og Guð greindi ljósið frá myrkrinu. Og Guð kallaði ljósið dag, en myrkri kallaði nótt. Það var kveld og það var morgun, hinn fyrsti dagur. Ég ætla að færa mig yfir í 14. versi. Guð sagði, verði ljós á festingu himinsins, að þau greini dag frá nóttu og séu til tákns og til að marka tíðir, daga og ár. Og þau séu ljós á festingu himinsins til að lýsa jörðina, og það varð svo. Guð gerði 2 stóru ljósin, hið stærra ljósið til að ráða degi og hið minna ljósið til að ráða nóttu. Svo stjörnurnar, og Guð setti þau á festingu himinsins að þau skyldi lýsa jörðinni og ráða degi og nóttu og greina sundur ljós og myrkur. Og Guð sá að það var gott. Það var kveld og það var morgun hinn 4. dagur. Og hér lýkur þessari tilvitnun. En fegurðin í þessari frásögn
og skipulagið hjá okkar himneska kærleiksríka föður. Hver sköpun á sér stað og hlutverk. Hvert atriði tekur við af öðru og þannig myndast einhvers konar hringrás og mitt í allri þessari fegurð og skipulagi var maðurinn skapaður. En við vitum hvernig syndin braut sér leiðin í þennan heim sem eitt sem var fullkominn frá hendi skaparans. Hvernig heilsa og hamingja mannsins hefur beðið lægri hlut fyrir veikindum og sársauka. En lofsi Guði fyrir þá stórkostlegu áætlun að Jesús var sendur inn í þennan myrka heim sem ljós til að lýsa hverjum þeim sem vildi taka við orðinu, eins og segir í Jóhannesi 1. kaflanum, vers 1-15, og ég ætla að lesa það líka. Og það byrjar nákvæmlega eins og í byrjun sem ég var að lesa þegar Guð sagði í upphafi skapaði Guð, en hér stendur í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Allir hlutir urðu fyrir hann. Án hans varð ekki neitt sem til er. Í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Ljósið skín í myrkrinu og myrkrið tók ekki á móti því. En maður kom fram sendur af Guði. Hann hét Jóhannes. Hann kom til vitnisburðar til að vitna ljósið svo að allir skyldu trúa fyrir hann. Ekki var hann ljósið, hann kom til að vitna ljósið. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heimurinn var orðinn til fyrir hann, en heimurinn þekkti hann ekki. Hann kom til eignar sinnar en hans eigin menn tóku ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn sem trúa á nafn hans. Þeir eru ekki af blóði bornir, ekki af holdsvilni manns vilja, heldur að Guði fæddir. Og orðið varð hold, hann bjó með oss, fullu náðar og sannleika, og við sáum dýrð hans, dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum. Hér lýkur þessari tilvitnun. En skaparinn okkar, skaparinn sjálfur, kom inn í þennan dimma, synduga heim, sem áður fyrir hafði hann lýst hann fagran og fullkominn, en heimurinn þekkti ekki skapara sinn. Ekki einu sinni hans eigið fólk. Það þekkti ekki hið sanna ljós, lifandi ljós sem lýsti af kærleika og blíðu. Við sem höfum meðtekið Jesú og viðurkennum hann sem okkar lifandi frelsara, eigum að endurspegla ljós Jesú, þennan kærleika til samferðamanna okkar. Við erum send til að vera vitnisburður, líkt og Jóhannes skýrar í þessum dimma, myrka heimi, að benda samferðamönnum okkar á stóra ljósin, skapar okkar, frelsar okkar, að hann er lifandi og er enn að skapa nýtt hjarta í hverjum þeim sem meðtekur hann og viðurkennir hann sem frelsara sinn. Ég sagði ykkur hérna síðast frá því, ég held að það hafi verið síðast, þar sem ég uppgötaði allt í hennu hvernig þetta virkaði. Þegar ég var að keyra í miklu myrkri, var stödd út á landi og var að keyra í miklu myrkri. Og ljósin á bílnum, þau endurkastuðust svona á stikurnar við hliðina á veginum. Og þá allt í hennu einhvern veginn upplýstist fyrir mér þetta, já, það er akkurat svona. Það er stóra ljósi sem að lýsir á okkur og við að vera endurspeglun og þannig að fólk sjáu veginn. Og það er þannig sem þetta virkar. En vinir, við verðum stöðugt að dvelja í ljósinu, að drekka í okkur ljósin, eins og D-vitamínið, svo myrkrið yfirtaka okkur ekki. Við verðum alltaf að bera okkur eftir því.
Og við sjáum til dæmis eins og núna þegar það er frost og umhleypingar og annað, að það verður að tala að mun eftir fuglunum, að gefa fuglunum að borða. Og við setjum mat út fyrir það, en við getum ekki tuggið það fyrir það og komið því onni. Þeir verða að bera sig eftir matnum. Við leggjum þetta fram fyrir það, en þeir verða að bera sig eftir því. Og annars deyja þeir ef þeir fá ekki að borða. Og sama er það með orð Guðs, að ef við leitumst ekki við að innbyrða þetta orð, þá mun það eiga sér stað næringarskortur og þurrð og einstaklingurinn mun fjara út. Ef við erum ekki að nærast á orði Guðs, þá munum við fjara út. Jesús svaraði, ritað er, eigi lifi maðurinn á einu saman brauði heldur á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Og hann sagði líka, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Án drottins, án anda Guðs, erum við glötuð og munum deyja. Deyja að eilífu. Og það fer enginn inn í himinin án þess að viðurkenna soninn. En svo hann sagði, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Þannig að fólk, við þurfum að viðurkenna soninn til að eiga hið eilífa líf. Án anda Guðs heyrum við hvorki né sjáum. Það verður andlegt myrkur í sálinni, en það er einnig ýmislegt annað sem getur blinda okkur sýn og hreinlega hertekið hugana eins og við lesum í eftirfarandi frásögn. Og ég ætla aðeins að segja ykkur, ég ætla ekki að lesa alla þessa frásögn, en það eru mennirnir tveir frá Emmaus eftir að Jesús er upprisinn. Og það eru tveir menn sem eru að labba, tveir postular sem eru að labba frá tveir lærisveinar sem eru að labba frá Emmaus. Og þeir eru svo niðursokknir í því sem er að gerast. En þá svo kemur að því að þeir eru að tala saman og ræða þetta að Jesús sjálfur að nálgast þá og slóst í för með þeim. En augu þeirra voru svo haldin að þeir þekktu hann ekki. Og það er akkur þetta, vinir, sem að getur gerst hjá okkur, að við leyfum sorg að yfirtaka allt í okkar lífi. þá mun verða svo mikið myrkur, við sjáum ekki frelsarann okkar. Og það var það sem að þeir sá hann ekki. Hann var þarna labbi á gangi með þeim og þeir sá hann ekki. Og hann fer að velta fyrir sig, akkur eru þau svona dabrir, bragði og fyrir að spjalla við þá. Og þeir eru svo hissa, býtu, þú eini sem að veist ekki hvað hefur gerst hérna. Og þeir fara aðeins að segja hann frá þessu. Og svo segir hann, við vonum að þetta væri hann, en nú eru liðnir 3 dagar og það er ekkert sem er að gerast. En það voru einhverja konur sem að sá hann þeim var sagt að hann var risinn upp og einhverjir af okkur fóru til þess að skoða gröfina, hann var ekki þarna. Og þá segir hann við það, ó þér heimskir og tregir í hjarta til þess að trúa öllu því sem spámennirnir hafa talað. Átti ekki Kristur að líða þetta og ganga svo inn í dýrð sína? Og hann Jesú byrjaði á því að segja frá Móse og öllum spámennunum, útlaði fyrir þeim það sem hann er í öllum ritningunum. Og þegar þeir eru að nálgast þorpið og þá eins og Kristur ætla að halda áfram, en þeir leggja hart á hann að koma inn með sér. Og það er ekki fyrir að þeir setjast til borðs og hann tekur brauðið, brýtur það og gerir þakkir, að þeir átta sig á því hver var þarna mitt á meðal þeirra. Og þeir opna augun, þá opnuðust augun þeirra og þeir þekktu hann, en hann hvarf sjónum. Og þeir sögðu hvor við annan, brann ekki hjartað í okkur meðan hann talaði við okkur á veginum og lauk upp fyrir okkur ritningunum? Brann ekki hjartað í okkur? Jesús lýsti upp huga þeirra, lýsti upp atburðunum, allt frá Móse til spámannanna og til komu Messíasar, og þannig hefur þetta verið í gegnum aldirnar, vinir, að það er Drottinn sem upplýsir hvern mann
Við getum ekki lesið orð Guðs eins og venjulega sögubók. Það ekki hægt, því að orðið er Guð og Guð er andi eins og segir í Jóhannesi 4:24. Og Páll lýsir þessu svo vel fyrir okkur í 1. Kórinthubréfinu, öðrum kaflanum. En oss hefur Guð opinberað hana fyrir andan, því að andinn rannsakar allt, jafnvel djúp Guðs. Hver meðal manna veit hvað mannsins er, nema andi mannsins sem í honum er. Þannig hefur heldur enginn komist að raunum hvað Guðs er, nema Guðs andi. En við höfum ekki hlotið anda heimsins, heldur andan sem er frá Guði, til þess að við skulum vita hvað oss er af Guði gefið. Enda tölum við það ekki með orðum sem mannlegur vísdómur kennir, heldur með orðum sem andinn kennir og útlistum andleg efni á andlegan hátt. Maðurinn án anda veitir ekki viðtöku því sem Guðs anda er, því að honum er það heimska og hann getur ekki skilið það af því að það dæmist andlega. Þetta skildi sálmaskáldið hann Davíð þegar hann sagði, og við finnum eftirfarandi orð í Sálmanum 119, vers 105. Þitt orð er lampi fóta minna og ljós á vegum mínum. Það er þetta sama ljós sem mönnum býðst enn í dag til að lýsa sér í þessum myrka heimi. Það er önnur frásögn sem ég langar að deila með ykkur. Það sem að hef akkurat verið að vitna. Þessa frásögn finnum við í Postulasögunni í 8. kaflanum og ég ætla að lesa hana. En engill drottins mælti til Filippusar. Filippus, einn af lærisveinunum, var á ferðinni. Hann segði við hann, stattu upp og gakk suður á veginn sem liggur ofan frá Jerúsalem til Gaza. Þar er óbyggð. Hann hlýddi og fór. Þá bar hann mann frá Eþjópíu. Hann var hirðmaður og höfðingi frá Kandaki í drottningu Eþjópa og settur yfir alla fjárhýslu hennar. Hann hafði farið til Jerúsalem til að biðjast fyrir og var á heimleið, sat í vagni sínum og las Jesaja spámann. Andinn sagði þá við Filippus, gakka þessum vagni og vertu sem næst honum. Filippus skundaði þangað og heyrði manninn vera að lesa Jesaja spámann. Hann spurði, hvort skilur þú það sem þú ert að lesa? Hinn svaraði, hvernig ætti ég að geta það, ef enginn leiðbeinir mér? Og hann bað Filippus stíga upp í og setjast hjá sér. En orð þeirra ritningar sem hann var að lesa voru þessi. Eins og sauður til slátrunar leiddur og sem lamb þegir hjá þeim er klippikað, svo lauk hann ekki upp munni sínum. Í niðurlægingunni var hann sviptur rétti. Hver getur sagt frá ætt hans, því að líf hans var hrifið burt af jörðinni. Hirðmaður mælti þá við Filippus, segð þú mér, hvern segir spámaðurinn þetta? Sjálfan sig eða einhvern annan? Filippus tók þá til orða, hóf máls á ritningu þessari og boðaði honum fagnaðarerindið Jesú. Vinir, mér finnst athyglisvert að sjá að þarna er maður sem er að skoða og íhuga orðið. Að jafnvel þarna á ferð sinni sendir engill drottins mann, öðru nafni Filippus, til þess að leiðbeina og hjálpa þessum hirðmanni að skilja orðið. Getur verið að þessi hjálp sé enn til staðar? Já, svo sannarlega, því Jesús sagði sjálfur í Jóhannesi 14. kaflanum. En hjálparinn, andinn heilagi sem Faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Við höfum nákvæmlega sama aðgang að hjálpinni og kennslunni og mennar og konur á öllum tímum.
En tókuð eftir einu, vinir, að hirðmaðurinn var að velta fyrir sig versum í Jesaja spámanni sem í Gamla testamentinu. Og Filippus tekur þessi vers og boðar honum fagnaðarerindum Jesú Krist, frelsara allra manna, upp úr Gamla testamentinu. Ég hef oft séð þetta áður, en ég hugsaði að því við höfum oft heyrt talað það að fólk segir Gamla testamentið er orðið úrelt. Það er ekki lengur í gangi, heldur bara Nýja testamentið. Þess vegna ég að vekja athygli á því. Mér finnst þetta athyglisvert. Hann er að boða Jesú Krist, frelsara allra manna, upp úr Gamla testamentinu. Já, allt orð Guðs er lifandi, eins og Jesús Kristur er lifandi í dag. Kristus segir, ég er kominn til þess að þeir hafi líf í fullri gnægð. Og eitt skiptið, þá sat ég svolítið fyrir mörgum árum síðan og spáði mikið í þessu orð. Hvað er eiga líf í fullri gnægð? Er það að eiga allt af öllu? Vera svo blessaður, við eigum allt af öllu? Hvað er það? En svo hægt og rólega fór andinn að útskýra fyrir mig líf í fullri gnægð. Jesús er lífið. Ef við eigum Jesú og hann segir verið í mér, þá vil ég í yður, þá eigum við líf í fullri gnægð. Og það er þetta sem hann talar um. Ég talaði í upphafi að við þyrftum aðeins 15 mínútur á dag í sólinni til að hlaða D-vítamín inn. Ég bið þess að þú, áheyrendur góður, gefið þér allavegana 15 mínútur á dag í nærveru Drottins, sem er okkur andlega D-vítamín. Varnarkerfi sem leggur grunn að góðri og sterkri andlegri heilsu. Þetta eru þessi 2 D-vítamín og Drottinn sem okkar andlega vítamín. Ég ætla að leyfa Páli postula að eiga hér lokaorðin þar sem hann segir í Rómverjabréfinu 16. kaflan og vers 25-26, nei 27. Honum sem megnar að styrkja yður með fagnaðarerindinu sem ég boða og í predikunni Jesú Krist samkvæmt opinberun þess leyndardóms sem frá eilífum tíðum hefur verið dulinn, en er nú opinberaður og fyrir spámanlega ritningar eftir skipun hins eilífa Guðs, kunngjörður öllum þjóðum til að vekja hlýðni við trúna. Honum einum, alvitrum Guði, sé fyrir Jesú Krist dýrð aldir alda. Amen. Ég bið þess, vinir, að ljós Drottins megi skína í þínu hjarta alla daga, honum til dýrðar og öðrum til vitnisburðar og blessunar á þessu nýja komandi ári. Takk ykkur fyrir, vinir. Drottinn blessi ykkur.